Sonar og heilags anda. Amen. Guð sem skapar líf og ljós, myrkri hrekur hann á braut, hjálpar vel í sorg og þraut, hvert sem leiðin liggur þín, lýsir hann þér heim til sín. Amen. Orðskviðum Gamla testamentisins má finna þessi orð og kaflinn ber heitið Lof dugmikla konu. Dugmikla konu, hver hlýtur hana? Hún miklu dýrmætari en perlur, hjarta manns hennar treystir henni. Hún girðir lendar sínar krafti, hún finnur að starf hennar ábótasamt og lampa hennar sloknar ekki nætur. Hún örlát við bástata og réttir fram hendurnar móti snauðum. Kraftur og tign klæðnaður hennar og hún fagnar komandi degi. Mál hennar þrungið speki og ástúðleg fræðsla á tungu hennar. Hún vakir yfir því sem framfer á heimili hennar og borðar ekki letinnar brauð. Börn hennar segja hana sæla, maður hennar hrósar henni. Margar konur hafa sýnt dugnað, en þú tekur þeim öllum fram. Sú kona sem óttast drottin á hrós skilið, hún njóti ávaxta handa sinna og verk hennar skulu vegsama hana. Amen. Heyr mína bæn, mildasti blær, berðu kveðju mín yfir höf, syngdu honum saknaðar ljóð, vanga hans blíð, vermir þú sól, vörum mjúkum, kistu hans brá, á
hvísla mér frá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval. Flytjið honum í indælum móði, ástarljóð mitt. Heyr mína bæn, bára við strönd, blítt þú vaggar, honum við bar. Þar til svefninn sígur á brá, draumheimi í dveljum við þá. Daga langa, saman tvö ein. Heyr mínar bænir og þrá. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval. Flytjið honum í indælum óði, ástarljóð mitt. Draumheimi í dveljum við þá. Daga langa, saman tvö ein. Heyr mínar bænir og þrá. Svo rita apostolinn: Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við að elska hvert annað og lifað eins og Kristur lifði hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar, til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Amen. Undir háu hamraberti höfði drúpir lítil rós. Þráir lífsins vængjavíddir, vorsins hýr og sólarljós. Ég held ég skynji hug þinn allan, hjartasláttinn rósin mín. Kristallstærir daggar dropar drúpa mig á blöðin þín. Æsku minnar leiðir lágu lengi vel þennan stað. Krjúpa niður, kyssa blómið, hversu dýrlegt fannst mér það. Finna hjá þér ást og munað, yndislega rósin mín. Eitt það sem aldrei gleymist, aldrei það minning þín.
Þið sem treystu ykkur til með gjarna rísa á fætur, skulum heyra heilagt guðspjall. Jesús segir, þið eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist, ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikir, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós ykkar meðal mannanna, að þeir sjáu góð verk yðar og vexa með föður ykkar sem er á himnum. Og Jesús segir, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Amen. Þeir sem í fjarlægð fjöllin bak við dvelju og fagrar vonir tengdir líf mitt við. Minn hugur þráir, hjartað ákaft saknar, horfnum stundum ljúfum dvel ég hjá. Heyrirðu ei, hvert hjartað kallar á? Heyrirðu storm, kveðju mína ber? Þú fagra minning eftir skildir eina sem aldrei gleymist meðan lífs ég er. Náð sé með ykkur og friður frá honum sem er og var og kemur. Amen. Hún heitast þig elskaði og fyrirgaf þér. Hún ávallt er vörn þín, þinn skjöldur og hlíf. Hún er íslenska konan sem ól þig og helgar sitt líf. Þessi fallegu orð úr laginu Íslenska konan minna á lýsingu ykkar, kæra fjölskylda og Fríðu. En segja á sama tíma margt trúna á Jesú Krist. En í trúnni erum við mynda og huga líðan annara og bjóða fram krafta okkar. Jesús hvetur okkur til að láta ljós okkar skína fyrir aðra. Það má segja að þessi hvatning hafi einkennt Fríðu sem lýsti upp umhverfi í kringum sig með góðri nærveru. Fríða hafði hins vegar ákveðna skoðun á minningarorðunum í kirkjunni og vildi ekki mikinn lofsöng. Þeir sem þekkja hana vita. Kannski lýsir þetta henni vel, hún sagði líka oftast það sem hún hugsaði. En Jesús er ljós heimsins og með honum stígum við yfir frá myrkri dauðans til lífsins og ljóssins í upprisunni. Það er kærleikurinn og vonin eilíft líf. Við erum saman komin til að kveðja Jófríði Guðjónsdóttur eða Fríðu. Við gerum í kærleika og með þakklæti fyrir svo margt. Hún fæddist 25. apríl 1950 og lést 7. febrúar síðastliðinn. Foreldrar hennar voru hjónin Guðjón Kristinn Ólafsson og Margrét Ágústsdóttir. Þau eignuðust alls 9 börn, Jónu, Ágúst, Steinar, Sigríði og Guðjón. En eftirlifandi systkin Fríðu eru Jóhanna Þorbjörg, Sigurður og Gunnar Reynir. Guð blessi minningu allra þeirra ástvina Fríðu sem horfnir eru af heimi. Eiginmaður Fríðu er Árni Jón Skott Baldursson sem er fæddur 21. ágúst 1944. Þau gengu í hjónaband 19. febrúar árið 1968
Í dag hefðu þau því fagnað 57. brúðkaupsafmæli sínu. Börn þeirra eru Baldur Guðjón sem er fæddur 66, eiginkona hans er Katrín Þóra Albertsdóttir. Börn þeirra eru Árni Jón, Annika Laufey og Fríða Dögg. Barnabörnin eru 2, þær Dimmblá og Emma. Bjarni Jóhann Skott er fæddur 71, eiginkona hans er Marinella Ragnheiður Haraldsdóttir. Bjarni á Andra Má, Sigþór Árna og Teklu Ósk úr fyrra sambandi. Börn Marinellu úr fyrra hjónabandi eru Annabella, Haraldur Árni og Teitur Árni. Bjarki Þór Skott er fæddur 76, eiginkona hans er Petra Sigurbjörg Ásgrímsdóttir. Börn þeirra eru Alexander Þór, Breki Þór og Ásgrímur Þór. Og börn Bjarka úr fyrri sambúðum eru Leví Þór, Alexandra Diljá og Símon Þór. Fríða fæddist í Reykjavík og ólst þar upp til 8 ára aldurs. Faðir hennar var lengi starfsmaður við rafstöðvarnar í Elliðaárdalnum og þar bjó fjölskyldan einnig. Árið 1958 fluttu þau hins vegar á Ölvaldsstaði í Borgarfirði. Þar stunduðu þau kúabúskap en einnig voru þau með sauðfé og hross. Bjuggu ein 3-4 ár í Borgarfirðinum og fluttu aftur suður eftir andlát Guðjóns föður Fríðu. Þá kom það í hlut móður hennar að vinna fyrir fjölskyldunni og Fríða var ekki gömul þegar hún bar mikla ábyrgð á heimilinu, passaði systkini sín og var móður sinni mikið innan handar. Fríða gekk í Langholts- og Réttarholtsskóla en talaði mest árin í skólanum á Varmalandi. Þau kynntust ung Fríða og Árni og hófu búskapinn hjá móður Árna. Þau bjuggu síðan á nokkrum stöðum, lengi í Breiðholtinu þar sem að strákarnir þeirra ólust upp. Fríða og Árni fluttu svo síðar í Kópavoginn. Fríða var ung móðir og allt snerist drenginn hennar. Og góð móðir og húsmóðir, svo eftir því var tekið hversu vel var hugsað heimilið. Strákarnir hennar minntust sérstaklega á matseldina og það gerðu reyndar barnabörnin líka. Það var alveg sama hvað hann bauð upp á, maturinn var góður eins og fiskibólur í brúnni sósu og það var alltaf nóg fyrir alla. Fríða bar að miklu leyti hita og þunga í heimilishaldinu og uppeldi sonana, en Árni var mikið fjarverandi vegna starfa sinna hjá Olíuverslun Íslands og olíudreifingu til rúmlega 50 ára. Hún lagði mikið upp á því við uppeldi bræðranna að hafa gaman. Þó það var ekki alltaf mikið á milli handana var haldið í gleðina, voru oft með strákarnir sína í leiki og stjanaði við þá. Gott dæmi þetta eru útilegurnar sem eru eftirminnilegar, ekki síst fyrir samveru við varðeld og leiki. Fríða var kannski ekki hávaxin, en hún hafði mikinn stóran og hjartahlýjan faðm. Hún var ásamt Jónu systur sinni hryggjarstykkið í stórfjölskyldunni. Fríða var algjör klettur og fjölskyldumeðlimir leituðu mikið til hennar bæði á erfiðum stundum og gleðistundum. Hún var beinskeytt en á sama tíma ljúf og þetta vissi fólkið hennar og henni var alltaf fyrirgefið. Fríða hafði einlægan áhuga á fólkinu í kringum sig og lífi þess. Henni lagði hún mikið upp á því að halda sambandi og átti í daglegum samskiptum. Ef börn eða barnabörn gleymdu að hafa samband, lét hún í sér heyra. Sumir úr fjölskyldunni hringdu jafnvel alltaf á sama tíma til þess að sinna tilkynningaskyldunni. Barnabörnin velti líka fyrir sig hvernig hún gæti haldið utan þetta allt saman. Það var eins og hún hefði dagbók á náttborðinu með dagsetningum og ýmsum upplýsingum. Hún var sönn móðir, raun móðir allra, tók alla að sér, faðmurinn stóð alltaf opinn. Þolinmæði var eitt einkenni hennar, hún leið vel þegar hún púslaði, spilaði eða fékkst við handavinnu. Fríða var einstök tengdamóðir og leituðu tengdadæturnar mikið til hennar enda var hún þeim sem móðir. Hún naut mikillar ummönnunar þeirra síðustu árin í veikindum sínum. Húmor hafði Fríða sannarlega fyrir sjálfri sér, hló mikið og var hláturmild. Hún hélt alltaf fast í kímnina, jafnvel undir það síðasta á spítalanum. Þegar læknir á stofugangi var hálfhissa á því hversu mörg væru í heimsókn hjá henni, stóð ekki á svarinu. Það er svo gaman að vera hjá mér, ég er svo hress. En það átti hún alltaf svör við öllum. Eins og árið, hún fékk sér aðeins neðan í því í sumarbústað og sumarbústaðurinn var byggður úr timbri, þá lét hún þessi orð falla. Ég finn alltaf meira á mér í timburhúsi.
Fríða var hlý og góð, það skipti hann allir máli og fundu raunverulega fyrir því. Jafnvel fyrrverandi kærustu barnabarnanna héldu sambandi. Já, Fríða kenndi fólkinu sínu góð gildi og gaf ýmis ráð. Eitt ráðið snýr að brauðvali. Þegar vandræðast var yfir því að ekki væri til gróft brauð, var Fríða ekki lengi að greiða úr þeirri flækju. Þetta ekkert mál, ristaðu bara brauðið, þá verður það gróft. Og dýrmæta lexíu gaf hann fólkinu sínu og sagði þið eigið bara að vera góð. Á yngri árum vann Fríða hjá Bæjarútgerð Reykjavíkur og síðar þegar drengirnir voru orðnir eldri vann hún lengi vel í efnalegum. En hún var hringskona og starfaði lengi á veitingastofu Barnaspítala Hringsins. Það starf átti vel við hana, sem hennar helstu eiginleikar og styrkleikar komu í ljós. Hún var dýrkuð og dáð af foreldrum og starfsfólki Barnaspítalans. Einstaklega vel liðin þar, en það voru hún reyndar allstaðar þar sem hún kom. Fríða reyndist foreldrunum vel og gaf mikið af sér í vinnunni. Þegar fólk stóð andspænis erfiðum kafla í lífinu, tók hjartahlý og glaðleg Fríða á móti þeim í veitingasölunni og það ekki sjálfgefið að leysa það hlutverk vel úr hendi, halda í vonina og vera mannlegur. Það gerði Fríða og meira en það, hún fylgdist með fólki áfram í lífinu eftir dvöl á spítalanum. Það lýsir henni vel og mörgum dýrmætt ljós í lífinu. Fríða átti ýmis áhugamál, en fyrst og fremst var það fjölskyldan og heimilið sem hún annaðist alltaf vel. Hún var líka með veiðidellu og hafði ótrúlega gaman af veiði. Þau ferðuðust heilmikið hjónin á húsbílnum og fóru í ýmis ferðalög. Og þegar rifjaðar upp sögur af Fríðu kemur sumarbústaðurinn í Grímsnesinu upp í huga fjölskyldunar. Bústaðinn áttu þau árabil og dýrmætar minningar tengjast ferðum þangað. Fríða var í einu orðið sagt mögnuð amma og langamma og svo gott að leita til hennar og tala við hann allt milli himins og jarðar. Hún var alltaf til staðar og hún vildi líka fylgjast vel með. Það ekki síst litlu hlutirnir í lífinu sem minna á ömmu, hversdagslegir hlutir sem samt skipta svo miklu máli. Eins og að skvísast með henni, græja hárið og augabrúnirnar. Í ömmuhúsi mátti líka allt. Og svo gaman að vera hjá henni. Og ef mamma og pabbi voru eitthvað að skipta sér af, þá myndi hún þau á að það væri hún sem réði í ömmuhúsi. Minningarnar eru svo margar og dýrmætar. Pulsa og shake í sjoppunni á Smáratorgi, Gameboy leikjatölvan og hvað það var gaman að monta sig á ömmu sem átti slíkt spil, Super Mario, Donkey Kong og ýmis spil. Amma Fríða kenndi barnabörnunum að spila og hafði alltaf tíma fyrir þau. Það var líka mjög gaman að spila með henni, stundum svindla á hann. Ef hún var minnt á að það væri ekki leyfilegt, þóttist hún ekki kannast við neitt. Stundum var líka lagður kapall hjá ömmu. Það var reyndar ekki auðvelt að gera það í friði, því hún kom alltaf til þess að hjálpa. Og falleg minning tengist í að horfa með ömmu á Esjuna og sjá hvort hún væri komin í föt, en þá var komin snjór í Esjuna. Síðustu ár Fríðu einkenndust því miður mikið af veikindum hennar, sem hann barðist gegn af dugnaði og þrjósku með dyggri aðstoð eiginmanns síns og fjölskyldu. Til okkar hugsaði í dag einnig fjölskylda og vinir sem ekki er heimangengt og senda innilegar samúðarkveðjur. Jói Ott, systursonur Fríðu, þakkar Fríðu frænku kærlega fyrir samfylgdina og sendir hjartans samúðarkveðjur til Árna Jóns og fjölskyldunar. Innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldu og vina, þökkum Fríðu góð og kærleiksrík kynni, Sigurður Heiðar og Sigrún Inga. Halli og Munda senda samúðarkveðju, sömuleiðis gerir Eggert H. Sigurðsson það og sendir samúðarkveðju. En sólin hún hnígur og sólin hún rís, tákn trúar og vonar. Svo segir í textanum orð sem endurspegla vonina sem við eigum í sigri Jesú og dauðanum. Leyfum okkur að treysta því að Jesú sé í ljósinu og taki á móti okkur. Ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað alltaf. Megi lífsins ljós ævinlega lýsa Fríðu. Amen.
bar þig í heiminn og hjúfrað að sér. Hún heitast þig elskað og fyrirgaf þér. Hún ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og líf. Hún íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt líf. Með landnemum síldúnum svarrandi haf. Hún sefaði harma, hún vakt hún svaf. Hún þerraði tárin, hún þerraði blóð. Hún var íslenska konan sem allt á að þakka vor þjóð. Hún var ambáttin hljóð, hún var ástkonan rjóð. Hún var amma svo góð. Þraukaði hallæri, hungur og fár. Hún hjúkrað og stritaði gleðisnauð ár. Hún enn í dag fórnar sér endalaust mál. Hún íslenska konan sem gefur þér allt sem hún á. Þinn skjöldur og líf. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. Sólin hún hnígur og sólin hún rís og sjá þér við hliðar þín hamingju dís sem ætíð skjól þitt, þinn skjöldur og líf. Það íslenska konan tákn trúar og vonar sem and þér og þér helgar sitt líf. Nú lætu þú drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt sem þú hefur byrt öllum. Ljós til opinberunar og til vegsemdar fólki þínu. Guð vonarinnar vertu hjá okkur með huggun þína. Blessa þú fjölskyldu og vini fríðu, veit huggun og styrk. Blessa þú minningarnar. Takk fyrir að þú gafst okkur fríðu, veit henni þinn eilífa frið.
Alla bænir okkar felum við þeirri bæn sem að Jesús hefur kennt okkur og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunaut. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hin sem lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Vekið þig með sól að morgni, vekið þig með sól að morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát náð þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, minn lífsins rós, dapurt minn myrkar hlýða. Þú vekur hana með sól að morgni, vekur hana með sól að morgni.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum lík lifa. Amen. Nú legg ég augun aftur, ó Guð þinn náðar kraftur, mín veri vörn í nótt. Æðisti að þér taka, mér yfir láttu vaka, þinn engil svo ég sofi rótt. Ég fel í forsjá þína, Guð Faðir sálu mína, því nú er komin nótt. Ljósið lát mig dreyma og ljúfa engla geyma, öll börnin þín svo blöndir nótt. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurlífsins fyrir upprisu Jesú Krists.